Þetta var heldur betur dramatík. Hvernig svona líður beint eftir leik? Já, við lengi að ná mig niður núna maður. Þetta var bara ótrúlegt hvernig við náðum þessar orku í framlengingunni og að því þetta var þokkalega kjaftshöggið að fá þetta rétt fyrir leikslok og sem betur fyrir náðum við nokkrum mínútum með þeim áður en við fórum út í framlengingu, náðum aðeins að núllstilla okkur og stilla okkur af og gersamlega frábæri í framlengingunni og opnir að skora ekki þar. Svo fyrir þetta í vítakenni bara og þá getur alveg kastað teinum. Auðvitað erum við með góða vítaskiptir en þeir líka og þetta er bara ótrúleg dramatík, ótrúlega stoltir að stráka, ótrúlegur sigur. Sýnir bara að við erum ekki alveg tilbúin að láta hennar bikar að hendi alveg strax. Hver er ástæðan á bak við þessa hefð í Víkinni? Við erum náttúrulega bara með ótrúlegan hópa af leikmönnum og stuðningsmönnum en bara ég veit það bara ekki að það mun koma það við töfum. Það er náttúrulega alveg klárt mál í byggjuna. Það er bara augljóst mál en bara ekki strax. Við erum bara ekki tilbúin til þess einhvern veginn og hefðu við getað spila betur, jú, en bara við vorum einhvern veginn að sigla leiknum heim og Stjarnan kannski ekkert mikið að ógna en þeir héldu áfram og uppskáru gott jöfnunarmark og það hefði getað drepið minni lið einhvern veginn, fá þetta kjafsögg rétt fyrir framlengingu. En framlengingi hjá okkur var gersamlega frábær, bara algjörlega frábær frá til lög. Þannig að það var bara einn af þessum dramatísku bikarleikjum sem mun lifa lengi í minningunni. Við veit, framlengingu frábær, þetta var þriðjudagur leikurinn á 6 dögum. Já. Það sást ekki að það væri þreyta í mannskapnum? Ég bara, veist hvað liðið finnur þessu orku sko, það voru nokkrir þreyttir sem hafa spilað alla mínútur þessa 3 leiki og en bara viljinn og orkan og bara hugafar strákana, það er það sem gerir það á miklu meisturum. Hvernig var svona tilfinningin að horfa á hliðarlínunni á þessa vítaspyrnukeppni? Já, hún var ekki þægileg sko, en þú verður bara að vera einhvern veginn jákvæður bara, þú verður einhvern veginn að hafa trú á að hlutin falli með þér og ekki missa trúna og sem betur fer gerði það en bara, hrósa Stjörnunni líka sko fyrir að fara langt með okkur og næstu því að ná í söguleg úrslit. Það er síðan Káa sem býður ykkur á Laugardalsvelli, hvernig svona sami leikur og í fyrra, hvernig svona Já, ég var einmitt að segja sko, ég er bara mikið hrós á Káamenn, þeir búin að lenda í miklu mótlæti, mikið hrós á Káamenn, mikið hrós á Hatta þjálfara og þjálfarateymi þeirra, þeir eru búin að halda haus, tala vel í fjölmiðlum eftir leiki, sama ákvað dynur, jákvæðir og þeir eru bara uppskýr eftir því og þannig að þeir vera skeinuhættir, enda með mjög gott lið, taflan kannski lígur aðeins, hvað eru stattir þar, góða einstaklinga. Þannig að þetta er bara, við erum komin á Laugardalsvöllinn enn og aftur, þannig að einn af betri dögum í mínu lífi sko, þessir úrslitaleikir, þannig að, en nú erum við bara að sjamra okkur óvis og svo hugsa við aðeins, ég held að sé kannski, í lok ágúst eitthvað, það fáum við góðan tíma til að greina Káa og spilur þetta við á millitíðinni, þannig að þetta er bara, heldur sumrinu bara einhvern veginn momentum gangandi, það hefur verið svo súrt að fara inn í sjamra okkur óvisleikina og með því að tapa þessu leik. Við komum heldur betur gíraði að þangað, hvernig svona, auðvitað sjáum við Breiðablik mæta þeim í fyrra, svona menn búin að lesa vel í þú? Já, virkilega, ég og Sölvi erum að fara í fyrramáli og horfa á leik þeirra að spila leik annan kvöld, búin að horfa mikið að leikjum, mikið að greiningum, teljum okkur að þekkja þá mjög vel, þetta voru hörkuleiki við Blikana en einhvern veginn tilfinningin mín væri að Blikarnir væri bara sterkari, væri svona sterkari fótboltalið og fóru verðskulda áfram en þú spurning hvort þeir hafa breyst frá ári til ás en bara Champions League og bara njóta þess skilur við ætlum okkur að fara áfram og þannig að bara núna sleikja sárin, safna orku þannig að við höfum sem betur fyrir 6 daga til stefnu þannig að við mætum helpeppaðir í þann leik. Takk hérlega Arnar. Takk.